Ja, Anton, tekjum við hjá Fram, hvernig kemur þetta til? Í rauninni bara framhaldi þess að ég hafi hætti á Grindavík og þá hafa Framarnir samband þegar að Óskar hættir og spyr hvort ég hafi áhuga á því að koma inn og ég náttúrulega hafi bara áhuga á því að skoða sem þetta hæsta level kvennamenn hérna í Íslandi og virkilega spennandi klúbbur. Var þetta strax seldur? Já, alveg nokkurn veginn sko. Bara grunnurinn góður til staðar og búið að vinna gott starf síðustu ár og þannig að það margt spennandi í félaginu og ég hlakka bara til að taka til starfa og koma með það sem að ég kem að borðinu og byggja upp ofan það sem hefur verið gert. Það hefur talað einhverju ólgu kvennamenn hjá Fram, var það ekki tikk hjá þér? Nei, í rauninni ekki. Við bara ræddi við stjórn og fór yfir það sem að í rauninni ég vill gera og það gustar alltaf innan allra félaga og það bara mishátt hvað gustar en það lægir alltaf með tímanum og það búið að gera það núna og við erum í rauninni bara ég byrja á núllpunkti og vinn með stjórn og því kvennaraða sem til staðar og stelpunum sem eru samningsbundnar og í rauninni bara byggja ofan á það. Hvernig líst þér svona bara hópinn þar sem þú séð? Bara mjög vel. Ég náttúrulega fylgdist mikið með spilaði við Framarna þarna síðustu 2 tímabili í lengjudeildinni. Þekki svona nokkuð vel þar, fylgdist með Framarum í sumar, stóðu sig bara virkilega vel og héldu sæti sinni í deildinni og það bara eitthvað sem maður getur byggt ofan á. Þú ert að taka góðu búi hjá Óskari? Já, bara virkilega góðu búi og hann búinn að gera náttúrulega virkilega vel síðustu 4 ár og hoppa upp 2 deildir á þessum 4 árum og í rauninni heldur þeim bara þannig sé öruggum í deildinni. Í rauninni fannst mér þetta ekki vera að hætta að Framarnir væri einhverjir fallhættu á þessu tímabili og það bara virkilega sterkt að hafa það og geta í rauninni kannski núna farið í það að stabilira sig sem bestu deildarfélag og það eitthvað sem ég ætla að reyna að byggja ofan. Hvernig heldur það muni ganga? Það auðvitað búið að fjalla að þeir að draga eitthvað aðeins saman hjá Fram og svoleiðis. Heldur það sé samt alveg raunhæft að stabilira sig í bestu deildinni? Já, ég tel það og það sem ég rauninni ræði með mínu fólki og fer yfir hvað ég legg að borðinu og það að vera með ákveðin fjölda erlendarspilara og sækja í rauninni íslenska stelpur sem ég byrjaði að gera og hef átt bara mjög góð samtöl og við frábæra leikmenn og það eitthvað sem ég rauninni bara í vinnslu núna og bara, já, að keyra þetta af stað. Og hvað þú svona heilt yfir, auðvitað viljið stabilisera liðið en þú startu með eitthvað svona sem þið langar að gera með Fram? Já, ég náttúrulega spila bara minn bolta og mín kerfi og svoleiðis og það eitthvað sem ég vil kannski taka þennan hóp og setja inn í minn fótbolta og mína pælingar og vinna út frá því. Spila skemmtilega bolta og tala mikið svona kannski að það sé ekki mikið áhorf á deildina og mætti fjölga áhorfendum og svoleiðis og það kemur náttúrulega líka bara með það að spila góðan bolta og það sé stemming og það stemming í hverfinu þarna upp í dal og hefur gengið vel og ég held bara að það takist í okkur í sumar sko. Hvernig er orðið þjálfari í bestu deildinni? Það bara frábært, þetta bara gott skref fyrir mig og bara frábært að koma inn í svona stórt félag með mikla sögu og bara eina bestu aðstöðu landsins þannig að það bara virkilega ánægilegt. Talar aðeins Grindavík áðan, varstu svekktur að fá ekki tækifæri að vera áfram þar eða fékkstu tækifærið? Já, ég í rauninni var svekktur til að byrja með og náttúrulega var talað bara svona hálfgert formsatriði að klára hlutina eftir tímabil þar sem að við í rauninni náðum þeim markmiðum við Markó sem að við lögðum upp með og svo kom bara á daginn að það var ekkert jafn mikið formsatriði þegar uppi var staðið og þá ákvað ég í rauninni bara að stíga sjálfur út, hafði ekki áhuga á því hlutverki sem að ég átti að fá og svo kemur bara Fram upp stuttu seinna og það bara kannski einhver hluti sem átti að gerast og það bara stórt tækifæri fyrir mig að koma þarna inn og í rauninni svona persónulega að vera þjálfað hjá Grindavík alla með feril og í öllum stöðum sem hægt að vera í held ég hjá félaginu og það svona kannski fyrir mig sjálfan að fara kannski úr svona ákveðnu hamstrahjóli sem maður hefur verið í síðustu 2 ár, hlaupa og reyna að bjarga hlutunum og með bolta í skotti og svoleiðis að koma bara í aðstöðu sem bara upp á 10 og félag sem bara á venjulegum stað og í venjulegum kringumstæðum sem að kannski aðrir geta ekki sett sig í sporin þannig að það svona jákvætt fyrir mig þannig séð. Er þetta allt farið á fullt fara núna? Er þið byrjað að æfa á fullu og svona? Nei, við erum að byrja núna á mánudaginn, fyrsta æfingu og ég bara búinn að vera spjalla við hópinn og leikmenn og svoleiðis fara yfir stöðuna og hvað leikmennum finnst og hvað þær sjá fyrir sér og í rauninni að byggja ofan á það sem að ég tel þurfa til þess að vera
í rauninni bara bestu deildarfélag næstu árin hjá Fram. Teimi klárt? Já, það svona ef verið að loka hönd á pappirinn hérna en teimi nokkurn veginn